Það vor í lofti og Dr. Fútból heilsar í beinni frá Túborg-10 og hjá mér Eiður Smári Guðjónsson og Gunnar Birgisson hinn eini sanni. Gunnar Birgisson auðvitað upptekinn þessa dagana í kjörisbikarnum í Blaki þar sem að HK stelpunnar eru komnar í úrslitaleik. Gerðu það með glæsubrak í gærkvöldi. 3-0. Já, 3-0 á móti Aftureldingu, það var mjög örugt. Þetta svona Galacticos-lið. Þetta Galacticos-lið sem Eiður Smári búin að búa til þannig í Kópavoginum. HK stelpunnar hans með öflugt lið. Já, ég á nú eina stelpu í HK, en bara eina samt. Já, en þetta samt, þið eru þarna í úrslitum ár eftir ár, HK-angarnir. Já. Og í öllum flokkum, í öllum íþróttum, öllum íþróttagreinum. Heldur betur og sko, hvaða tegunda iðna manni vantaði núna? Því að gíkomenn, þeir elska aðstoð okkur við að finna rétta fólki yður. Er eitthvað smiður? Sko, já, nokkra félagar sem eru heldur góður í þessu. En það er alltaf hægt að finna eitthvað. Finnur ekki eitthvað afslátt fyrir mig einhvers staðar? Jú, finna alltaf einhvers staðar eitthvað og Gíkó að sjálfsögðu þið vantar mann eða þið vantar verkefni, þá getur þú farið þangað inn og allt slíkt. Túborg með Dr. Fútból, Túborg ekki seldur í Englandi. Það er svona svo gott að koma aftur heim eins og maður segir stundum. Og smáríkið, þar er það sem þetta fæst allt saman. Eiður, hvenær voru menn byrjað svona alvarlega ræða svona díteila í mataræði þinni atvinnumennsku? Hvernig manst þetta svona að þetta var orðið svona, heyrðu, þetta er lagi, þetta er ekki lagi og eitthvað slíkt? Já, ætli það ekki bara verið byrjað þegar ég steg á viktina þegar ég kom heim í KR. Já. Þá þurfti aðeins að fara yfir mataræði hjá mig þá. Já. En ég meina, þá ertu búin að prófa bóbrótin í... Já, ég var frá í 2 ár og kannski aðeins í þingri kantinum. Svona alvarlega, ég myndi segja byrjaði hjá sama alveg í Bolton. Já. Hann var einn af fyrstu í öllu svona mataræði, nutrition, statistíkum allt bara. Það er 99 sko. Já. Svo færist það yfir til Chelsea og þá er náttúrulega Vialli og ítalska menningin sem var komin til Englands mataræði líka eftir því og þannig að ég myndi segja, já, 99-2000. Þetta breytist náttúrulega rosalega sem 20 ára sem þú ert pró. Já, þetta var allt náttúrulega bara fyrir leiki var þetta, þú veist, pasta og kjúklingur og carb-loading alveg að lóta bara fyrir laugardeginum, sko. Svo færist það algjörlega yfir í bara prótein og minna, þú veist, þegar ég fer til Fulham í eina stutta-tíma, þá var einn næringafræðingur þar sem að gaf mann bara steik og hnetur í morgunmat. Já. Hann vildi bara fá gíra prótein leveli upp alveg upp í hæstu hæðir. Svo er náttúrulega bara eins og í öllu rosalega misjafna skoðanir á þessu. Já. Það verðist ekkert eitt rétt, ég held að fara nú meira eftir bara einstaklingum. Já, það er heila málið þessu allt sem þú þarft. Ég á bara að vera prótínmaður til dæmis. Já, þú ert prótínmaður. Og ég elski pasta. Sko, fitnessport með allt í þetta, Gunnar Birgisson, hvað tókstu síðast í á fitnessport? Var það kreatín eða? Nei, ég fór og sótti mér pre-workout. Já, pre-workout. Þú ert einn aðeins sem þarft aðeins að kveiki í þér áður og hún ferði í ræktina sem er svo sem ekkit vitlaust að gera. Hvenær ætlar að taka workouti samt? Þetta Nei, ég meina, þetta er pre-workout. Þú er bara workout eftir. Já. Það er auðveldi parturinn. Já. Það er auðveldi parturinn. Það er æfingin sjálf, fitnessport auðvitað, sendir með heim og allt slíkt, Dominós Pizza með Dr. Fútból, Dominós Pizza út allt land og þeir líka hjálpa alltaf íslenskum fótbolta, eru allstar öllum skiltum og mega eiga það, eru með boltanum í liði. Nú, Dr. Fútból endar alltaf allt spjall á að spyrja einnar spurningar og það er tölvutek okkar menn sem að í þetta skiptið og strákar, þegar báðu fyrirstrákar með NBA svona í gegnum ykkar tíma Patrick Ewing er leikmaður sem var að spila þannig að þið vildu nú hafa eigðin í þessu líka ekki manstu með hvað liðum Patrick Ewing spilaði á sínum ferli? Er það hvað liðum? Fyrir Eiður? Já, hann er bara að spila með liðum ég bara var bara einhverjum NBA-pælingum í gær og ég bara var eiginlega búin að glemma þessu Nei hugmynd. Ég meina, hann var alltaf í Knicks. Já, New York. Frægastu fyrir það. Það er bara skrítið. Stundum áttu bara myndamönnum í einhverjum einum búning. Já, þetta er svolítið eins og Lampard. Þú hugsar ekkit Manchester City og New York City. Þú hugsar bara Chelsea. Hann er bara í Chelsea búning, kann maður hugsa. Og Patrick Ewing fyrir mér er bara í New York Knicks. Sko,
Hvað fór hann í Boston Celtics í smá tíma undir lokinu? Nei, hann fór í Portland Trailblazers. Nei, hann fór í Seattle og Orlando, sko. Supersonics. Við sögum þeirra. Þeir ekki til. Ekki til. Var það eftir Knicks-ferilinu eða? Já, eftir Knicks. Þetta var algjörlega, þetta var svona, hann var að kreista eitthvað, en þú veist, það ofta neður, man lokar augunum og hugsa leikmenn, þá þeir einhverju búningi, eins og þú veist, Eiður, þú ert í Chelsea búningi á mér, þú ert ekki í Barcelona búningi. Roberto Baggio, hann einn af þessum leikmennum sem er í landsliðsbúningi í hugsa hann. Hann ekki í neinum félagslega búningi. Enda prófaði hann öll liðin á Ítalíu. Hann prófaði öll liðin á Ítalíu. En náttúrulega þekktastu fyrir Juventus, fyrir þá sem muna. Já, Ravanelli. Já, Juventus. Já, hann er ekki millispor á höður. Nei. Það er þá bara... Ég reyndi að spila í leika móti honum, það sem að Marcel Desailly eftir leika ætlaði bara að berja Ravanelli. Það var greinilega eitthvað kerkja sem við tókum með sér frá Ítalíu og yfir til Englands. Það stóð fyrir utan klefa hjá þeim og bara, hvað er þetta að gera þetta? Við erum þarna með einn. Nei, ég er bara að bíða þetta. Ravanelli kemur út og þess að ég ætlaði bara í hann. Já, tjöfulli. Ég er eiginlega einn af þessu gæði sem ég nenni ekki að bíða eftir mér þegar ég er eitthvað. Nei, þú vilt ekki hafa reiðan. Sko. Er það ekki æfintilega skemmtilegur náungi? Já, alveg. Geðvikislega rár og fyndinn, sko. Já, að fylgjast með honum svona á þessu Instagram eða social media, það er helviti gott, sko. Það er allt í einu komið einhvern hlátur sem er rosalega smitandi, þannig að það er ekki annað hægt en að hlæja. Sko, hann rosa góðu sögumar, hann var að segja frá hvernig Dion Dublin jarðaði sig í fyrsta leik í Premier League og hann er góðu sögumar, hann fór í Premier League, held að vera klár í allt, kemur fyrst í bolti, Dion Dublin, jarðar hann í loftinu. Og er þetta ekki bara þetta típiska? Welcome to the Premier League. Já, welcome to the Premier League. Hér er ekki dæmt á olbúa skoti í nefi, sko. Hér ertu bara mertur og neldur og allur sápakki. Já, við erum með Gunnar Birgisson hér eina sanna og við ætlum auðvitað að powerranka núna. Já. Eitthvað sem er top 5. Við erum auðvitað með mínum mönnum í Netgyro. Netgyro... Já, engar persónu upplýsingar. Það er ekki þetta njósnum þig með Netgyro. Þú vestar hjá þúsundum söluaðala án þess að gefa upp viðkvæmar upplýsingar. Það er Netgyro. Hvað ætlar að powerranka fyrir mig, Gunnar minn? Sko, ég gaf frjálsar hendur þetta. Ég hugsaði, að því að ég er alltaf svo jákvæður og svona maður reynir að horfa einhvern veginn á svona fallegri hliðar lífsins. Já, það er. Og sko, ég ætla ekki að, þú veist, Eiður er svona partur af þú veist, tengingunni við þetta, ég hugsaði að Eiður er ok, þú veist, leikmenn sem að veit mér ánægju að horfa inn á fótboltavelli. Já, og Eiður er einn af þeim. Já, Eiður er klárlega einn af þeim, ég ætla að þetta ekki, þú veist, það væri, já, númer 1 er Eiður Smári. Já, bara við erum ekkert með eitthvað bull. Nei, og svo hérna, þetta er alvarlegu þátt. Já, en svo kemur lengri tenging hérna eins og eftir. Númer 5, Mesut Özil. Já, Mesut Özil fannst mér svakalega gaman að horfa. Bæði í Real Madrid og líka þegar hann fer yfir til Arsenal. Bara svona gerði oft hið óvænta eins og til dæmis bara þessar svona sendingar þar sem hann nokkaði svona boltan ofan í jörðina á skautunum, þú veist, og þegar hann var að slútta fyrir fram á marki og svona. Bara teiknalegur á velli. Já. Það er númer 4, Zlatan Ibrahimović. Já. Það fannst mér vera svona, þú veist, og líka, þú veist, maður var svona svolítið eitthvað að spila FIFA í gamla daga eitthvað svona. Það var svona ákveðin svindlkall þar, þú veist, gatt blasta boltanum en var samt líka mjög svona teknískur og var náttúrulega partur af þessu svona Joga Bonito, þú veist, Erik Cantona, þú veist, hann er í myndbandi með Cristiano Ronaldo í þessu Joga Bonito æði, Zlatan Ibrahimović. Sko, Eiður hér teknískt öfluguleikmaður. Sko, Gunnar var ekki að horfa í fyrra dag greinilega. Þetta Joga Bonito kom dálítið mikið upp. Já, kom dálítið mikið upp. En svo auglýsing var sýnd, þannig að takk fyrir áhorfið. Eiður hérna, það er svona kynslóð sem tala mikið tölvuleiki og svona. Gast þú eitthvað í þessum tölvuleikim? Það er að segja leikmaðurinn Eiður inn í leiknum. Já. Var það einhverjum leik sem varst alveg bara illa sáttu við sjálf? Ég hef hitt fullt af mönnum og það var nú bara síðast á Blackburn leik þar sem ég er að bíða eftir Andra Lukas í sinni mínum og þeir eru með 2 japanska leikmenn og ég einhvern veginn slísast og bara sitja við borðin í leikmanna eða svona fjölskylduherbygginu hjá þeirra fjölskyldum að bíða eftir þeim mönnum og einhverju umbúðsmaður þeirra heilsar og fyrir að spjalla og kynnir mig fyrir þessu leikmennum og segja að þetta er pabbi Andra. Já. Spila alltaf með hann á miðjunni í FIFA eða Playstation eða eitthvað. Þá var eitthvað trend þegar ég var í Barcelona að spila með djúpan á miðjunni af því að ég var aðeins stærri og sterkar en hinnir.
Ég hef ekki spilað þennan leik síðan 1998 þannig að ég get lítið kommentar á það en ég fæ mikið að skilabóð þannig að segja, ég spila alltaf með í FIFA Þetta eins og Andri Sigþórsson var náttúrulega hann var gerað að hetju í fútbolmanager sko ég held að FIFA 07 þá sér þú í kringu 90 overall í FIFA Já, ég átti líka að vera ég er ekki að segja þetta að vera slið Gunni, númer 3 Númer 3, þar er ég með Neymar Neymar var bara mikill skemmtikraftur og er svo sem en þú veist það búið að vera maður hefur lítið séð af honum kannski undanfærið heldur betur, hann er algjör skemmtikraftur í samanlæðin þarna, frábæleikmann Númer 2 er svona kannski ekkert eitthvað óvendustur Lionel Messi er númer 2 hjá mér óbáslega gaman að horfa hann spila fótbolta og númer 1 er held ég bara leikmann sem munur aldrei fara úr fyrsta sæti hjá mér og það er Ronaldinho Hann er náttúrulega 10 ára þegar þú ert þegar þú ert 10 ára þegar hann er algjörlega í Já, 10, 11, 12 eitthvað svona, Hann með svona trikk sem hann hafði ekki séð áður í boltanum eitthvað svona Þegar hann flikkar honum út inn Þetta var ekkit mikið í gangi í boltanum á þessu tíma Nei Hann með svona eitthvað negin En þetta aftur, ég meina, þetta hlýtur að koma svolítið úr fútsalinu Þú veist, þetta með svona hann ólst upp við það og þetta var svona, þetta var aðeins byrjað en hann setti það svona á heimsmöppuna það sem að hann í rauninni gerði suma hlutin á vellunum sem hann er dreymur að reyna á æfingu þú veist að því það er ekkit margir að horfa á æfingu og þetta má alveg klikka myndi aldrei taka sjensin og reyna suma hlutin sem hann gerði sko. því að það væri bara eitthvað YouTube sensation í fail sko. Grípa boltan með milli kálfans og læri já svona, þú veist þegar hann er að halda á lofti og flikk honum svo yfir sig og eitthvað svona eða bara eitthvað hafið þið séð hann halda á lofti blindandi? Nei hann held að hann hafi hætt í 50 þetta er bara rög það er eins og hann hafi einhverja tilfinningu fyrir boltan sem aðrir bara hafi ekki boltin er bara partur á líkamanns Hann átti sko þetta var ekki langur tími þegar hann var hérna þá var hann svo rosalega hátt það var ótrúlegu tími hérna á mér finnst að vera að gleyma einum alveg svakalegum sko ef þú prófar að setja bara Brasilíu En þú voru átt að hann er fæddur 94 þetta er sama kynslu Er það Ronaldo bara? Já, jú Fenómen og Ronaldo hann er í top 3 hjá mér sko Já, ég trúi því, það er rétt Sko, ég er með svona awkward genre í mörgu og fótboltamenn er eitt af því og ég elskar hrausta gæja, er svona sem líta öðruvís út en aðrir Adama Traoré er ennþá bara ég vona alltaf að hann kom inn á þegar ég er að horfa því að mér finnst bara gaman að sjá eitt tröll að því að fótboltamenn er svo léttir það kemur ég held að koma öllum óvart alltaf þú hittir þessar leikmenn sem búin að sjá sér rosa eru miklu léttir á það heldur Veist, stóru klunkarnir eru miklu léttari Hvað heitir hérna sterkasti fótboltamaður heims? Akim Fenwa hann var bara frægur fyrir það einhvern svona bolta tankur þannig að maður er alltaf mann þykir alltaf vænt þessa típu af leikmönnum þetta var faglegur listi En sko af því að þú veist ég var að tengja þetta einhvern veginn saman við Eiður væri eitthvað svona því að ég náttúrulega bý út í Noregi 2006 þegar að Eiður er nýbúinn að taka englandsmeistaratitil með Chelsea og er að leiðinni yfir til Barcelona þá náttúrulega eiga norðmenn þú veist, bestu leikmennin þeirra eru bara Jón Arne Riise og Jón Karev þú veist og þá fannst þeim rosa töff að ég væri frá Íslandi eins og Eiður sko, því að það er náttúrulega mjög mikið að Chelsea-mönnum út af Torrent Flow í Noregi sko Norðmenn eru jafnbílar við í enska boltan en þeir halda mjög mikið með, þetta er mjög mikið Liverpool og Chelsea Manchester United Jón Arne Riise Torrent Flow ég get alveg ég veit að Gunnar er Steffen Iversen hvað heit hann hérna Oyvind Leonardsen og fleiri Tottenham-menn sko Nei, ég veit alveg að þeir eru harði United menn á staðnum Happy Hydrate með Dr. Fútból og við Happy Hydrate menn það eru 10 gram í hausinn og restin í skrokkin af kreatínu frá þeim Daniel Djuric sem er einn af þessum öflugu leikmönnum sem hafa verið í beststildinni er komin aftur heim í Káa mikill persónlegu sigur fyrir Albert Ingason sem að fagnaði með því að fara til London í morgun því að hann neldi þetta því að það voru margir búin að segja að hann var á leiðinni í Breiðablik en þegar Albert Ingason sest yfir hlutina þá klikkar hann ekki í gunni Nei, hann virðist ekki gera það hann vinnur
vinnu sína vinnu af miklu faglegheitum og þetta var náttúrulega mál sem að fór fram og tilbaka og það var rosalú sirkus. Já, við svo sem heyrðist það í gærkvöldi að það hafi kannski ekki verið komin alveg endalega ákvörðun seinni partinn í gær allavega veit ég þó margir hefðu fullyrt að þetta væri klárt en svo fór að hann velur Káa sem næsta valkost og bara verður flott að sjá hvernig hann fittar inn og maður á svona erfitt með að staðsetja Káa þeir eru náttúrulega mist mikið en fengi líka inn mikið þannig að maður á erfitt með að staðsetja Káa akkur núna. Eiður, bara, veistu hver þetta er? Bara Daniel Djuric? Já, ok. Ég fylgist alveg með fótbolta. Já, ég bara með, þú veist, hann er búin að vera út í einhvern smá tíma. Já, maður hefur ekkert mikið náð að fylgjast með honum erlendis, kannski ekki deild sem maður fer í þeim sem er auðvelt að finna eða að fylgjast með. Ég held þú þurfa að vera pínu veikur og ert farin að fylgjast með þeirri deild bara alla helgar. Ég kenni það bara. Ég meina, hann var frábær fyrir Víkinga á fer, þannig að það verður gaman að sjá. Eiður, hann svona var orðað við uppeldisfélagið sitt og svona endaði með að gera upp á milli. Ég meina, það voru oft staðið fyrir mörgum valkostum og auðvitað frækt þegar þú stakst Gianfranco Sola í bakið og ég meina, þú ert óvinsæll hjá Vestamstuðnismönnum. Ég var alveg Alden Bennett vestamvinnu minn, hann þólir þig ekki af því að þú varst búin að skrifa undir sann og sveigt í einhvern þetta er svona 2010. Það er ekki hægt að vera búin að skrifa undir. Nei, en hann vildi meina að þetta var allt verið dönn. Þetta var dönn. Þetta var eiginlega dönn. Já. Og þegar ég lendi og fyrir læknisskoðun hjá Vestham, þá ringir Harry Redknapp. Og bara við skulum matcha dílinn sem að Vestham er að bjóða, það er sem bara lánstíl og þá er Tottenham að berjast að komast í meistaradeildarsæti og Vestham er að berjast að halda sér í deildinni. Já. Og ég segi, tveir álíka valkostir. Eitt er að berjast í eftirmótanum og hitt er fall, þannig að ég ákvað bara skrifa undir á Tottenham í staðinn. En þú varst búin að segja við Gianfranco Sola, herri, ég er að koma til ykkar. Já, nánast. Já. En þú er með svo toppnáunga Sola bara, herri. Já, þetta var ekkit auðveld ákvörðun og sennilega eina samvinskupiti sem ég fekk var út á honum. Já. En það var ekkit auðveld heldur síðan sko að ég klára læknisskoðun hjá Vestham á tilteknum spítala fyrir upp á hótel sem að þeir eru að borga til að mæta daginn eftir og klára samning og á leiðinni heim og allt í mildtíðinni þeir eru að fara upp á hótel þá er á þetta samtal við Harry Redknapp í stað og Umbinn og pappi fara og hitta Tottenham. Já. Þannig að við bara hröðum okkur út á hótelinu, borguðum allt sem við áttum að borga og erum komnir á eitthvað annað hótel. Já. Ekki nóg með það, svo er læknisskoðun hjá Tottenham. Já. Og þeir notuðu sama spítala. Og ég hitti læknir sem ég hafi farið í læknisskoðun daginn áður og sjúkraþjálfara Vestham. Það var óþægilegt. Já, býttu, kannast eitthvað við ykkur. Varst þú ekki þannig að það er bara allt önn og bara svo kemur bara Já, nánast allt önn, bara en þú veist, svona gerist bara í boltan. Já. Og maður verður bara að standa með þeirri ákvörðun. Eins og ég segi, ég er ekki með samvinskupiti yfir Vestham. Það var líka þegar Vestham var í Championship og Sam Allardyce reynir að fá mig yfir og ég komin inn á skrifstofu og samningurinn fyrir fram mig og það heldist bara eitthvað yfir mig. Ég get bara ekki skrifað undir á Vestham. Nei. Þetta er bara ekki, ég finn ekki tengu. Sko. Nei. Þá fór ég til Grikklands. Já. Og fótbrotnaði. Þannig að karma hits hard. Nei, ég meina, á rosalega mikið rætt eins og þegar Swansea kom upp, að þeir ætla að taka statement sæningi að segja þig. Og þá var maður bara, það er ekkert að fara í Swansea, svo enda þeir endur á að vera alveg frábært lið hjá Brendan Rodgers. Var það nálægt eða? Hann reyndi. Já. Og talaði við mig persónlega. Ég var alltaf í Stók, sko, ég hef komið heim í Fylki eða það hefur verið í boði, sko, ég langaði bara að komast í burtu frá Stók. Eða þú veist, með fullri virðingu fyrir Fylki eða bara hvaða við sem er, sko. Já, þú sagði bara, hann ringir og sendi mér myndir af íbúð og það var doldið fyndið að sendi mér útsýnið í Swansea, ykkur strönd, þannig að þetta bara verið geðveikt, en þeir voru í Championship og ég var ekki alveg tilbúin að fara þangað. Voru samt á leiðinu upp. Já. Og ég held að Gylfi hafi síðan bara notið góðs að því að ég hef sagt nei því að Brendan setti síðan allan fókus á að fá hann. Já, þetta var magna. Sko, það eru fleiri sögur úr sem íslenska bolta. Jóhann Berg, hann er á landinu.
Hann er 35 ára gamall. Það er auðvitað þetta ástand þarna í Middle East og hann er farin frá þessu liði í var ekki Sameinaða arabísku furstadæmunum? Ekki rétt hjá mér? Al-Europa. Nei, jú. Nei, hann var heitir eitthvað annað þetta lið, skiptir ekki öllum máli. En Eiður, hvað myndið þú gera ef þú varir hann? Ef að Breiðablik er að bjóða núna að koma í, hvað myndið þú gera? Sko, þegar þú ert komin á þennan 35 ára aldur og líka minn er bara þokkalögur, þá myndi ég bara spila til að njóta þessi lengi og getur, eins og ég reyndi. Þetta náttúrulega sveiflaðist og ferillin hjá mér breyttist bara virkilega eftir 30 og svona meiðsli. Þá lærir maður, ég er 33, ég er búin að vera frá í ár, mér langar bara að spila fótbolta. Og enda fór ég til Belgíu og svona, þú veist, setti mig það markmið bara, ég ætla með landsliðin á EM. Þannig að það var nóg fyrir mig að halda mig gangandi bara í 3-4 ár. Fyrir utan það bara njóta þess. Það var ekki, ég fann ekki fyrir pressu á neinu. Ég var ekki að pyrra mig á hlutum nema bara, mér finnst eitthvað asnalegt. Og það kemur svona allt öðru sér hugafar, sko, þú veist, bara, heyrðu, þetta er það besta í heimi. Og það er eins og maður kunni að svona meta miklu meira eftir 30 heldur þegar maður er tvítugur, heimskur og heldur maður sé bara the shit, sko. Og allt eru að gerast á korteri. Er svona, eins og fyrir hann, heldur séu líkur að spila með Breiðablik í sumar? Ég held að séu litla líkur á því. Hvað 4 vikur í mótið það? En ég held að það sé algjörlega undir honum sjálfum komið. Ég held að áhugin af hálfu Breiðabliks hlýtur að vera mikill því þetta er náttúrulega alltaf super fit gæi og náttúrulega bara, þú veist, bara einn okkar betri atvinnumönnum einhvern veginn. Já, staðið sér vel, frábærleikmaður. En ertu ekki sammála mér í því, það verið skrítið að sjá hann í einhverju annarri treyju á Íslandi? Heldur en Breiðablik, ertu ekki sammála mér? Jú, ég sammála því. Ég myndi líka að halda að hann væri ekki típan til að fara að spila fyrir eitthvað annað. Ég myndi halda að hann myndi alltaf verið Breiðablik. Því að maður sá hversu harður Blikja var þegar hann var farin að posta, sko, manstu þegar Óskar Hrafn var með liðið þegar hann fór á Twitter og tók hérna einhver optastats og postaði eftir einhvern leik. Ég gleymi þess aldrei. Þetta var ég hafði mjög gaman af þessu. Þá sá maður hversu gallharður Blikja hann væri, sko. En ég var erfitt með að sjá hann í einhverju annari treyju hérna á Íslandi heldur en hjá Blikum og bara drótti með dýri liðstyrkingin sem að það væri fyrir Blikali. Ég held að geti svona nána að spila hvaða stöðu sem er. Þú veist, þeir getur sett hann fram, þeir getur sett hann á vænginn, þeir getur sett hann á miðjuna þannig að og ég veist, ég held að þetta skref hjá Gylfa að gera þetta hafi opnað svona kannski aðeins hér áður. Ég meina, maður var aldrei að fara að sjá, þú veist, mann fannst einhvern veginn bara Eiður, þetta var bara, þú veist, nei, hann er ekki að koma, við setjum hann ekki í bestu til, hann á bara að klára ferilinn einhvers staðar erlendis, þar sem hann er búin að spila bara allar ferilinn, þú veist, mér svona þetta skref hjá Gylfa að koma heim og spila, að það hafi opnað svona kannski dyrnar fyrir þessari gullkynslóð, þú veist, hann og fleiri sem að hafa verið svona partur af þessu dæmi að þeir komi heim eftir ferilinn og klári á einhvern svona en svo líka þegar leikmenn koma heim í atvinnumann að standi þá náttúrulega líka eru þeir okkur allt öðrum stað þeir koma bara í próstandi ég meina að þegar pappiðinn kom í Val hérna þá var hann 37-8 ára og hann bara skora einhver svona highlight-reel mörk bara það hefur verið aðeins í gegnum tíðina þegar menn koma kannski beint úr atvinnumennsku inn í sumarið á Íslandi þá eru menn bara í toppstandi og eru yfirburðað bestir ef menn koma hérna í október-nóvember og skrifa undir á Íslandi og taka síðan þessa 6-7 mánuði í þessu þunglindis undirbúningstímabili að þá kannski er bara sá taktur aðeins farin og líkamann og þú svona dregst niður á svona bestu deildaplan frekar en að mæta þegar þú ert fyrir ofan það plan ennþá. Það er það sem út að segja að þessi 6 mánuður í þessu undirbúningi sem að við erum vanir hérna á Íslandi, þetta er þungt fyrir þá sem hafa verið próf. Þetta er þungt og við náum aldrei sama hraða og sama tempói hérna á Íslandi eins og er erlendis. Ég miði þetta svolítið við þegar ég kem heim í skóla. Ég náttúrulega kem úr kaþólsku skóla og kem inn í íslenska skólakerfið. Ég var alveg frábær fyrstu 6 mánuði. Ég var bara drauma nemandi. Þangað til maður bara svona dregst inn í bara mengið. Og er bara orðið jafn mikil vitleysíkur og allir hinir. Já, þú verður svona outstanding. Já, sem var líka gaman. Og svo bara komst inn í íslenska pakkan og varst bara orðin fín. Akkurat. Þannig að það var bara stærðfræðibókin var bara kláruð þetta fyrsta mánuðin og svo. Já. Enskan og stærðfræði, ég þurfti valla að mæta, sko. Það var, það verður áhvert að fylgjast með hvað Jói gerir
Já, ég sá hann daginn, hann leit vel út og bara svona lítur ennþá út eins og svona alvöru leikmaður. Ég vil sjá hann spila, ég vil fá hann inn á og hafa hann í þessu öllu saman. Kjarnafæði með Doktor Fútból, höldum að áfram að ræða bestildina því hún hefst eftir 4 vikur. Þar sem að Víkingar og Blikar mætast í fyrsta leik. Já, Auðun Blöndal búinn að lofa partíið þarna í Fossvoginum fyrir leik frá hádegi í raun og veru á Fossinum. Hann verður sjálfur. Er opnunarstress? Hann er opnunarstress, það er ekki minn mann rétt. En hann ætlar að vera búinn að klára þarna á þessum tíma og verður væntanlega líka grilla frá Kjarnafæði og allt þetta. Sko, má bjóður að vera reiður í garð Valsmanna, Gunni? Nei. Ok, takk. Nei. Ég var farið yfir forsöguna. Þeir mættu ekki með liðið sitt. Bóðan eitthvað að hverju? Ég held að sé meira sem að liggja þarna baki. Ég held bara að þeirra við meitum bara svo að leikmannahópurinn þeirra væri bara ekki nægilega einhvern veginn, þú veist, þeirra bara tekið það fram yfir að æfa, en ég er samt alveg á því að, þú veist, mögulega, þú veist, á þessu að fylgja einhver sekt. Já. Ef þú mætir ekki með x marga leikmenn úr liða, þeir voru bara á sama tíma að æfa, held ég, á Hlíðarenda hjá Brasil. Þetta er svo sem ekki mikið til þess að vera eitthvað. Ég er ekkit alveg saman að þessu. Nei. Ég held að hvert lið og hver þjálfari hljóta með að stilla upp sínu undirbúningstímabili nákvæmlega eftir sínu höfði og ef að þessi leikur kemur á slæmum tímapunkti þá er það bara þjálfarans og hans teima meta hvort að þetta sé tímapunktur til að spila öllum eða færri eða hver að koma tilbaka um meiðslum. Það er svo margt sem spilar inn í. Ég sé ekki vanvirðing á það að senda unga stráka og spila þennan leik. Það er náttúrulega vanvirðing að mæta ekki og því fylgir sekt en ekki það. Ég lít að ráða sem þjálfari hvaða leikmenn ég stilla upp. Mér finnst hálf astnalegt að aðrir sé að blanda sér inn í mitt undirbúningstímabil. Þannig ef þú ert að rífa kjátt hvernig ég ætla að undirbúa mitt lið, það bara kemur þér ekkert við, sko. En þetta er væntanlega eitthvað samt sem að þú sérð með einhverja daga og vikna fyrirvara. Já, en þeir ákvæða að taka frí en þú sér þetta með, segjum bara 2 mánaða fyrirvara, en svo ertu búin að æfa og svo sérðu standið á hópnum akkurat á þessum tímapunkti þegar þessi leikur kemur upp og hugsar, kannski betra bara að gefa einhverjum leikmönnum frí, ekki spila leik af því þeir eru ekki alveg klárir að koma tilbaka um meiðslum eða bara þetta er ekki tíma, það er búið að æfa of stíft til að fara að spila leik núna, það er svo margt sem spilar inn í. Þegar þið voru að fara í þessi stóru túra til Asíu og svona þess commercial túra rétt fyrir mót, þú veist, að venjast tímamusmun og alls konar dóti, æfðu líka svo titlingar eða bara spilaði leikirnir eða? Það var rosalega misjátt. Til dæmis förum við hérna í eitthvað mót í Malasíu og þá er Ranieri ennþá með og það er bara í undirbúningstímabili en það var 90% raki. Þannig að æfingarnar voru bara eiginlega ekkert og lagði lítið upp og hann sagði það. Við spilum þessa leiki og svo komum okkur heim. Við ætlum ekki að eiga einhverja hættu að fá einhverja æfingar sem við tökum hérna í þessu hitastígi og rakastígi. Við ætlum ekki að fá það í baki eftir 2-3 vikur. Bara út af 1 viku hér í Malasíu. Við bara komum okkur í gegnum þetta og svo breytum við aðeins æfingunum þegar við komum aftur til Englands. Þannig að svona, það voru engin vísindi. Ég er ekki að tala um að rakast í því á Akureyri sé eitthvað svakalega. Nei. Getur verið erfitt í massa. Þannig að þú veist, bara þannig að það sé sagt, svo við bara köllum spaða, þá snúist þessar ferðir til Asíu auðvitað bara um peninga og ekkert gæði æfinga eða gæði undirbúnings. Í leikina, jú, það var lagt í þá allt. Þú vilt alltaf bara koma þeim venjum inn í liðið að það á að vinna fótboltaleiki. Æfingar geta verið rosa misjafnar og svo er þetta náttúrulega auglýsingapakki. Við spiluðum leik í Egyptalandi með Barcelona nánast á miðju tímabili af því að þeir fengu einhverja milljóni evra fyrir að koma með liðið og spila einn æfingarleik. Og við minnir að Ronaldinho hafi komið inn á í 5 mínútur. Það var bara af því að það var í samningnum að hann þyrfti að vera inn að teki boxið. Kom allir til að sjá hann. Og við erum að sjá núna í Bandaríkjunum, fólk er að fá endurgreitt ef að Messi er meiddur. Bara því að fá ekki að sjá að stjörnuna og búa að borga kannski aðeins yfirverð þegar hann mætir. Já, þetta er áhvert. Það er eitt í Þýskalandi sem þið gera. Ég veit ekki hvort að við séð þetta á livescore, en svona viku fyrir mót, þá mæta þær ofta einhverju skítarið og vinna 21-0. Svo sér það fyrir neðan Werder Bremen á móti einhverjum hótelstafsmönnum 17-0.
Þetta er uník í Þýskalandi. Hafið aldrei séð þetta landskóra þeirra? Þetta var líka svona í Hollandi. Já. Hver er pælingin? Ég til að fá sigur tilfinninguna. Þetta er alltaf einhvern veginn maður berja á þau. Þetta er mjög sérst að maður einhvern veginn nú er þeir að fara að spila okkur. Herðu, eitt í þessu bara áður heldur hún David James er að þjálfa markmennina hjá Val þessa dagana og hann er auðvitað mikill vinur Hermanns Hreiðarssonar. Hitti David James á dögunum á Etihad-vellinum þar sem fórum að ræða íslenska boltanum og mér fannst alveg magnað hvað gæinn var að fylgjast með sko. Ég sá hann að Hermann væri búin að taka við the biggest club in Iceland. What do you mean by the biggest? What do you mean? Eitthvað svo með einhverja brjálaða pælingar þekktu öll liðin. Þá sagði hann, what about Stjarnan? Sem besta lína sem ég heirt sko. What about Stjarnan? What about them? Ég veit það ekki. Það getur allt gerst. Talandi skjóta hérna inn. Ég hef nú ekki séð þetta á neinu miðli. Að þú varst að tala Asíutúra. Já. Ég held að standa til að íslenska karlalandslið sé á leiðinni til Asíu beint eftir tímabili fyrir HM til þess að mæta Japan og Kína skilst mér. Allavega Japan og mér skilst að þetta verði beint eftir tímabilið hjá leikmönnum og þá setjast þeir upp í flugvél og farið til Asíu og spilið þar leiki til þess að fyrir HM. Það er geðvikt. Það er bara frábært fyrir tækið það er vendalega, þú veist verða að borga þeim fyrir að koma þannig að það er peningur í kassan fyrir. Það er kósí ferð. Fyrir kósí. Alltaf æðislegt að vera búin að klára tímabili erfitt og strempi tímabili og taka einn æfingarleik svona strax eftir tímabili. Í Asíu. Ég að gjörsamlega þoldi ekki þessa leiki sem leikmaður. En ævintýramaðurinn í þið bara fá að koma til Japans og sjá og kynast nýri menn. Já, ég þoldi það ekki sérst fyrir 30. Já. Svo þeir kunna meta hlutina. Þá bara, þú veist, horfur á allt öðru Já, fór nýjan stimpil í vegabriðu. Það er nú alltaf eitthvað í þessu öllu saman. En við slum halda áfram við förum aðeins, kíkja aðeins í Evrópudeildina sem framfór í gær bara örstutt. Og hún á að vera hérna einhvers staðar. Já, heyrir hún. Evrópudeildin fer fram á 50. Dóttarfútból vinnur með Samherja. Besti bitinn frá þeim. Þorsknakkarnir frá Samherja. Það er ekkit betur en góður fiskur eins og Snorri Steinn Guðjónsson segir. Landsliðsþjálfari í handbolta. Nú, Albert Guðmundsson skoraði sigurmark Fiorentina í sambandsdeildinni í gær þar sem unnu pólslið sem heitir Raká eitthvað. Čestova. Já, vel gert Gunni. En annars voru náttúrulega tíðindi þau að Elías var frábær í marki Midtjylland í Evrópudeildinni á móti Nottingham Forest, maður vallarins var að díla við þessi ensku horn vel. Flottur markmaður Elías. Var þetta ekki bara ekki atvinnu umsókn í ensku úrvalsdeildina? Var þetta ekki bara það? Jú. Nei, menn svo bara, hann ver hérna frá Óla Æna, hann ver frá Igor Jesus, hann ver frá Elliot Andersson, frábært skoti á Elliot Andersson sem hann ver bara, og ég meina það er ekkert á hverjum degi sem að markmaður fær, er hann ekki með í kringu 9 í engun á Sofaskor og Fotmob og þessu dæmi. Þetta var bara, já, hann var ekki besti, hann var langbesti með vallarins. Já, hann stóð sér vel. Og, þetta er líka bara svo mikil atvinnumanna alvöru markmannsholning á honum. Löngu útlimir og hvernig hann tímasetur sig og hvernig hann er að geta þessa krossa Kemur hann ekki úr blækinu? Kemur úr blækinu og náttúrulega mikil blakhefð í hans fjölskyldu þannig að og hann, ég held að hann eigi mér þess að landsleiki í blæki allavega yngri landsleiki, 100%. Sko, Eiður, hver er munurinn á að spila á 30 og miðvikudögum í Champions League versus þessar 5. skepnir? Ég held að bara nöfnin sem við sjáum á listanum segi sína sögu. Það er hérna lið sem ég bara hef aldrei heyrt Já, þú reyndar heyrt það eru nokkur hérna sem bara, maður þarf aðeins að googla sko. En sko að spila 5. skotum, það er bara ekki til dæmis í ensku Nei, sem verður til þess að allir deildarleikinni hafa verið á sunnudegi að mánudegi sko. Og það er bara það er ekki ensku fótbolti eins og við viljum upplifa. Nei, þú veist, enski boltinn er bara 3 á laugardegi fyrir mér. Það er það skemmtilegasta. Þannig þekkjum hann, þannig viljum við hafa hann. Það er eitthvað lykt í loftinu. Einn og einn svona Super Sunday, þú veist, London Derby eða United úti eða eitthvað svona. Það var skemmtilegt. En ekki 5. sunnudag, allt tíðanbilið. Þannig að þú veist, það er alveg
það alveg munur að spila í Champions League og þessu 5. skefnum. Já, getur spilað fyrir mig í Europa League lagið? Ég var að spila það. En hverju kunna það? Aðrir en því tveir veikumennir, en ég get alveg lofa þér að það eru fleiri sem þekkja Champions League stefið. Ég held að sé ekki alveg sami fiðringur að lappa inn á völlin. Já, það reyndar ágætis pæling en já, kannski við förum aðeins í leikina í Evrópudeildinni, það hérna Stuttgart Porto sem hefði verið svona ekta leikur 1988 en gaman að sjá svona eitt Back to the Future leik hérna á kortunum. Sverrir Ingi og félagar unnur Real Betis, Hákon Haraldsson og félagar töpuðu fyrir Aston Villa eina enska liðið sem vann í þessari viku. Já, það dögt yfir Bretlandseyjum þessar mundir. Fyrir Suárez, Robbie Keane með sýningu í Ungverjalandi, einn af þessum ungu efnilegu þjálfurum sem ekki verið að tala að hann sé að taka við Celtic. Jú, svo verið það Spurs og að vera að orða við alls konar. Nú Gretar Rafn og félagar í að setja Alkmaar með 2-1 sigur á Sparta Prag. Nú Ísleikalið Lech Poznan töpuð 3-1 fyrir Shakhtar Donetsk. Það nú aldrei gott og Heiður Smári og félagar í AEK Aþenu með 4-0 útisigur á móti Selji. Vá! Já, þetta liðið til dæmis. Já. Ég ekki alveg með að reyna hvaðan þeir eru. Er þetta ekki bara gamla góða Selji Laskó? Jó, ekki. Þetta Selji Laskó sem að eru hvað í Slóveníu? Hvað þetta? En sko 4-0 sigur AEK auðvitað með sko Galacticos liðið sitt núna, Jóvits og alls konar leikmenn, þannig að þetta svona stærri nöfnheldur en áður að vera. Tók Antoni Martial, töframannin frá Manchester United í liðið, reyndar var það stutt gaman. Nú Logi Tómasson var í liðið Samsungspor sem tapaði fyrir Rayo Vallecano í einhverju baráttu, eitthvað sexy og skemmtilegt. Það var eitthvað Rayo Vallecano í einhverju dóti. Crystal Palace gerir 0-0 í jafntefli á móti AEK Larnaca. Hvað að gerast í Englandi? Vá. Það ekki furða að menn sé í sjokki. Kíkjum aðeins til Englands og múrbúðin með Dóttor fútból, múrbúðin að sjálfsögðu líka í Keflavík og múrbúðin. Já, það er þetta að það hefur nú gerst í múrbúðinni að mönnum eru reknir eftir stuttan tíma ef þeir bara geta ekkert selt, hvort sem það eru múrvörur eða gólfefni eða hvað sem það og við kynntust í vikunni þar sem að Kinski markur var tekin út af eftir 15 mínútur. Eiður, hefur verið tekin út af í fyrirháleik? Já. Ég var mér var einu sinni skipt inn á nei, það var í seinna, mér var skipt inn á í seinni hálfleik og út af aftur. Já. Það var nú bara í sko. Það var þjálfari minn heitinn Kjartan. Ég held, já, hann var eitthvað pirrar út í mig. Fannst ég verið með einhverja stæla greinlega. Svo var mér skipt út af í fyrirháleik einhvern tímann í El Clasico sko. Ég hafði farið í einhverja sprautu fyrir leik. Ég var mjög tæpur að byrja þann leik. Já. Og var ekki alveg 100% og var skipt út af eftir 30 eitthvað mínútur. Já. Þetta samt eitthvað skömmustulegt sko. Já. Ég vildi taka það sérstaklega fram að ég hef verið meiddur. Já, þú vilt benda. Ég tók ekki, þú veist, skiptingabeiðni eða neitt svoleiðis, en svona eftir á fannst mér, það verður allir að vita að ég hef verið meiddur. Já. En það dattir á ekki í huga að setjast rétt áður en að spjaldið koma upp bara. Ég var bara, ég veit það ekki, við vorum að tapa og vildi bara vist að ég verið að skipta mér út og bara drulla mér út af það. Þetta akkurat málið. Það sem hefði átt að gerast þarna að bara, það hefði bara einhver, þú veist að labba upp á Kinski, segja bara, lestu niður. Farðu bara út af í börum. Þú veist, þá er enginn að ræða. Þú ert maður leikþáttarins. Þú vilt alltaf búa til leikþætti kringum allt í þessu lífi. Stundum það bara fótbolti er töff sport. Þetta eru atvinnumenn að græða fullt af peningum. Það háast bara lélur og drullaðir út af. Húkkaði honum út af. Nei, þetta er samt sem að manneskjur og það er bara... Nei, þið krakkarnir, þið viljið alltaf leikþátt. Og svo voruð þið ásótt við að Ígor Tudor ekki tekið utanum þegar hann fór út af. Hann var ekki búin að geta neitt, hann var búin að fokka upp leiknum hans. Hvað var hann að taka utanum hann fyrir það? Já, þetta er hans ákvörðun að setja hann í liðið. Já, hann brást hún. Hann fokkaði upp þessum leik. Já. En þú veist, eins og segi, ég meina... Hver er meira það að kenna þá?
Það sem Kinski er atvinnumæður í fótbolta. Kinski er atvinnumæður í fótbolta og hann á bara að geta að delivera. Það er bara breyttu tíðarandi hér. Þú eru bara sætt að það við það. Já, það er bara þannig. Og ég meina, þú veist... Þetta er hundleiðilegt að sjá þetta. Ég er alveg sammála því. Auðvitað. Og ég meina, ef einhver hægri bakur hefði átt blöndur og gefið 2 mörk, það væri samt enginn að pæla í því. Hann átt að taka hann út af. Hann átt að taka Di Marco út af eftir 20 mínútur í úrslitaleik í Champions League. Já, en ég er að segja, það væri enginn að pæla samt svona mikið í því, held ég. Hann var bara eitthvað vanstiltu, það var eitthvað að. Já, ég veit það var þannig. En ég held að sé bara svo auðvelt að koma í veg fyrir þetta. Það eitt er með það að, sko, jú, hann stilt honum upp. Sko, hver einasti ungur strákur í fótbolta, hann dreymir að spila svona leiki. Já. Bara frá við munum eftir. En svo þegar kemur að þeim, þá er náttúrulega bannað að vera lítið í sér. Þið er búið að dreyma þetta, þú veist, njótið þess að uppfylla drauminn. Ekki bara, mér brá svo að því að ég byrjaði inn á. En þú veist, það eru 3 mínútur eða eitthvað liðnar að leikna með eitthvað þegar hann fær þess að setja ykkur tilbaka 3 eða 5 eða eitthvað. Þú veist, þú vilt kannski koma þér eitthvað svona aðeins eitthvað, eiga 10 stuttar sendingar. Nei, bara að lúra þessu fram. Eða lúra þessu fram 2-3 svo skilur þú veist. Bara, það var ekki hægt að byrja þennan leik verið. Nei, þetta var hörmuleg. En er það ekki pressan sem er á markmönnum að klárlega. Hvernig við viljum spila fótbolta í dag? Jú. Ég er ekkit sammála því að það þurfa að gerast bara í 9 af 10 hverju skipti að markmaður þurfa að spila hann í fætur og finna einhvern í lappir inn á miðunni. Það er allt í lagi að liðandi pressi bara lúðra þessu upp. Eitt Duncan Ferguson, vinnum seinni boltan. Jón Davíð og Kolbeinn og svo bara hlaupa og skora sko. Það er aðeins styttir leið að marki anstæðings. Hún er til ennþá. Hún er nefnilega heldur betur til ennþá. Tottenham mætir Liverpool á Anfield og við auðvitað bara gerum ráð fyrir tapið þar. Ég hef svo sem ekki búin að skoða fréttina núna bara síðustu korterinu. Það er ekki búin að reka Igor Tudor, hann er ennþá í starfi, hann átti að taka hann að blaðamannafund, þannig að ég gerir bara ráð fyrir að hann verði þarna á hliðalínunni. Það verður auðvitað áhugavert að sjá hvort að strákarnir sem fengu höfuðhögg verði með í leiknum, þeir skullu saman Romero og Palinja. En ég meina, erum við ekki bara að gera ráð fyrir þarna Liverpool með 2-3? Það er ekki einfalt eða? Jú. Takk. Tottenham hefur sjaldan riðið feitum hesti á Anfield og með útliti hjá þeim núna þá er það ekkert að fara að breytast þessu helgina. Nei, þetta verður mjög erfitt og að sjálfsögðu spórsbókina Epic segir bara 1.35 á Liverpool. Þetta er nánast eins og þetta verður formsatrið fyrir þá að klára þennan leik. Þessi leikur á sunnudaginn. Nei, það er hér. Sorry. Hérna erum við Volt með Dr. Fútból, Volt Plus áskriftin. Volt kom með matinn heim til Dr. Fútból í gær. Ég nenni ekki að elda öll kvöld. Þannig bara þannig og þáttu með stundu frí. Já, það var líka blakið í gangi. Já. Ég bara gat ekki slitið mig frá því. Nei, ég skil það mjög vel. Og blakið auðvitað. Það setur lítið skjá í eldhúsið. Já, en það truflar matargerðina og saltinu. Úrslitaleikinn auðvitað á laugardeginum þar sem að, svona flestur augu beinast að kvennarleiknum í þetta skiptið þar sem HK og KA mætast. Stálinn stinn þar. Það er einn maður í enska boltanum sem mér finnst hrósa allt og lítið og ég svona, þegar ég fór að hugsa enska boltan í gærkvöldi, hvaða talking point sá ég? Það er mikilvægt þetta. Ég var að horfa á liðan saman með Leverkusen og ég var bara að hugsa með Serðu varnarstöður sem að kunni fyrir í. Það er bara að halla sér. Nei, ég var bara að hugsa með þetta er ótrúlegu náingi. Þegar ég horfa á þetta lið, þeir eru með frábæran djúpan miðjumann í Declan Rice. Engine. Frábær leikmaður. Þeir eru með 2 mjög góða miðverði. En það fram á við. Látum við Gabriel, hvað heitir Martinelli og Trossard, Esi. Þetta er bara allt fínt. En þetta er ekkert eitthvað outstanding stuff sem er í gangi hérna. Hann er að ná öllu út úr þessu lið. Erum við ekki búin að vera alltaf lítið að hrósa mikilvægt þetta fyrir það sem hann er að gera? Ef hann klárar þetta, jú. Ef hann klárar þetta, hann er að fara að klára þetta. Þá er hann búin að fá mikla gagnrýni. En ég meina, við sjá allir hvernig þið spila. Þetta er bara betri útgáfan á Stók eftir áramót. Þeir hafa oft spilað skemmtilegri bolta. Ég veit það ekki. Þegar þú ert komin inn á þetta stig á tímabilinu, þá er bara
að drulla sér yfir línuna einhvern veginn Já. og það tilfinningin sem maður hefur núna er ætla bara einhvern veginn að drulla sér yfir línuna loksins, hvað þetta, 7. árið sem að þeirra berjast þetta. Þetta eru breiðir. Þannig að ég hef alveg skilning á því, en ég hef ekkert endilega skilning á hversu mikla áherslu lagt upp á þessar hotspinnur og meiri sé að tefja og þeirra setja alls konar met, sko. Leiðindamet sem hún vilt ekkert endilega láta bendlaði við og því miður bara fókusun og orðin svo mikill á fótbolt í dag að þetta gleymist ekki hvernig Arsenal vann deildina. Við gátum ekki tala að Leicester hafi verið leiðilegir þegar þeir unnu deildina. Þeir eru bara feskir. Og það kemur jafn mikið óvart að Arsenal sé að vinna deildina eins og Leicester á sínum tíma. Já, ég meina kannski gera það, en hins vegar erum við ekki múin að hrósa miklar Teitar nógu mikið, þegar maður hugsa þetta er frekar flatur hópur, en þú ert með toppþáttin í Declan Rice, þú ert með mjög góða miðverði. Ræja flottur. Ræja góður í markinu. Og það var áhverð að sjá að þeir halda þetta út, þetta er náttúrulega orðið mjög svona, eins og Brighton sigurum var svona mjög unspectacular. Gunni, hefur við trú á að þeir haldi áfram að kreista þetta út og klára þetta yfir línuna? Já, ég trúi því að því að, þú veist, það var svo sem önnur lið talað það sé bara mjög erfitt auðvitað að spila á móti Arsenal. Þeir eru svona mjög kompakt og svona, þú veist, þeir tapa boltanum, fljótir að setja upp í svona shape sem erfitt að spila sig í gegnum og náttúrulega með 2 frábæra hafsenda og David Raya verið eitt besti markverðan deildarinnar. En þú talar þessa menn þarna fram á við. Það er samt alveg óhjákvæmilegt að minnast á það að, þú veist, allar þessar sæning sem að komu í sumar þar af allar kontribúta alveg massíft Já, Jókeris náttúrulega kontribúta massíft 17 GA Já, en höldum með góðið Premier League, þú veist, þar þetta að spila á góðlið hverja helgi tölum bara Premier League þar hann í vesinni þar lendir hann bara í vesinni, þar lendir hann bara vekk. Hefurðu skoðað tölfræðina þegar Viktor Gyökeres er út af eða þegar hann fer út af í leikjum hvað Arsenal missir oft kontról á leikjunum sem þeir að spila hann þannig að Jókeres búin að frábær nú er ég að reyna að halda svona aðeins þú veist, bara hafa þetta fælegt og ég ætla ekki að æsa mig að neitt svo leiðis en þú veist, Viktor Gyökeres er búin að röbbis bara köllum spaða það er rosalega góð regla í lífinu að kalla spaða underwhelming þú veist, bara 70 milljónum punda hvað sem hann kostaði þetta er ekki hver er markaðistur? hjá Arsenal með vítum í Premier League hver er markaðistur í það er Arsenal? frábær spurning, ætla að sé ekki Gyökeres með 10 með Premier League? Já, með vítum og öllu ég meina, hvað meina með vítum og öllu? Nei, það er með vítum, hann er við á 2 víti 8 mörk í opnuleik það er ekki mest í opnuleika hvað er Esi búin að skora í opnuleika þið súmið aðeins út hann er bara 6 já allt í opnum leik hjá Eberechi Esi ok, ég meina opnum leik eða víti bara, þetta er svo vilt sko, ég meina það eru held ég 18 eða 19 mismunandi leikmenn búin að skora fyrir Arsenal Já, en erum við að rósa Mikkelart þetta núna? Hann er búin að 7 metra lið. Hefur þú rósað Mikkelart? Ég var að segja, ég er að því. Já, ég er að segja. Þú ekki verið að spyrja, höfum við rósað? Ég meina, Hann er búin að 7 metra lið og hann er að gera þetta lið að einhvers konar vél. Hann er komin í undanúrslit í meistaradeildinni, allir líkitum. Hann er að fara líklega að klára deildina. Þá er hann bara hörkuð þjálfari. Alveg klárlega. En þarf hann þess til að vera hörkuð þjálfari? Nei. Ef þetta klúðrast núna þá er hann farin. Allt. Já, en þá fer hann bara til Barcelona eða Real Madrid. Bara 100%. Heldur það? Bara þau býða bæðastur. Heldur þú að Barcelona og Real Madrid myndi sætt sig svona fótbolta? Sko, ég bara heldur þess ekki séns. Ég bara Bernabéu Nou Camp bara þú getur ekki búið upp á það. Hefur Mikkelart þetta alltaf spilað svona fótbolta með Arsenal? Svona, þetta er fótbolti sem að kemur upp en hann er sigurs, hann er unnið fullt að leikjum. Það ber maður alltaf virðingu fyrir. Ég byrst velurringar á því að ég sagði vissulega vittlust frá að Arsenal er ekki efst í XG-tölfræðinni. Þeir eru hins vegar efstir í XG á móti XGA sem er þess að, þú veist, bara kannski svona besta nálgunni til þess að sjá. Það er það besta, já. Nei, ég meina, þetta, guys, það er hversu oft kemur þú þér í marktækifæri og hversu lítið fær andstæðingurinn af marktækifærum á þig. Mismunurinn þarna á milli, þar er Arsenal í sérflokki. Og annað í þessu bestu tölfræði. Sko, ok, við erum að tala
varnarlínur andstæðinga og varnarlína Arsenal er svo hægstæði Hún öflug, Já. það ekki spurning, þeir eru líka með 2 frábæra miðverði og liðin sem við mætum eru aldrei að lægra staðsett á vellinum heldur en öðrum lið. Akkur segirðu já og setur viltu hækki bednar? Það bara að halda dagskrá, ég þarf að halda dagskrá ég var bara líka, af því að ég er með stjörnuna í klefanum þannig að ég þarf að hafa hann ánað Nei, já, en mér langar svo að vita, þú veist En svarið nei, það ekki búið að rósa þetta nóg Já, svarið nei og við höldum að sjálfsögðu áfram Gunni minn, við ætlum að skoðum meira löður með Dóttorfútból með löðri skal land byggja og löður í Mottumars átæki núna Chelsea, þeir drullu upp á bak á lokamínútunum gegn Paris Saint-Germain og skemmdu meistaradeildina fyrir sér LinkedIn Liam Rosenior í alls konar vesenni Sko ég fæ svolítið mikið upp úr því að sjá hann feila þarna í Champions League, hann með þessa diary of a CEO orku yfir sér sem svo þreytandi, hann af þessari sömu kynslóð og Ságaur, hann sömu kynslóð og Ruben Amorim og Kristján Frosta og allt þetta lið, svona, þetta eitthvað genre sem ég búin að sjá sem að þetta eru krakkar með allt og mikið kjaft en sko þessi gaur, hann náttúrulega man-ager og hann aging menn þarna í rólegheitunum hjá Chelsea og svo kemur hann að gera kallmenn úr strákum og hann svo mikill hugsuður og hann tekur öllu á svo miklu jafnaði geði og hann svo yfirvegaður stóísk ró kallar þetta hann feilaði big time í Paris leikurinn var algjörlega frábær þetta einn af fáum sem ég myndi vilja horfa á aftur á eitthvað aðeins stærra heldur en þú varst að bjóða mér upp á hérna í vikunni iPadin sem þú bauðst mér upp á þetta fram og tilbaka og þetta var bara fótboltaleik sem hann á að vera spilaður og þú veist, þó að ég sé Chelsea maður þá hafði ég bara virkilega gaman að þessum fótboltaleik því að bæði lið bara sækja á mjög miklu hraða bæði lið að stíga hátt upp með varnarlínu þegar kostur gafst og veist við viljum alltaf mörk í fótboltaleiki og þetta í rauninni sko, ef Chelsea skora 3-2 þá hefði þetta geta verið 4-2-5-2 Chelsea megin, þetta var það þunn lína, en á endanum voru Paris bara aðeins klókari og nýttu sér svæðin betur. Sko þegar 20 minnur eftir eru þau með frábæra stöðu 2-2 og ég meina það var, þú veist, Paris voru alltaf að reyna að leita sér hefði það ekki verið kjöri aðeins að þú veist, höldum aðeins í þetta náum í þessu úrslit taka bara blaðsíðu úr Arteta-bókinni tefja aðeins og Dark Arts sitja aðeins tilbaka Ég sé margt líkt með sko early Arsenal undir Arteta eins og Rosenior akkurat núna, ég meina, þú veist þeir vilja ná þessari stjórnir með þessu þeir eru mjög góðir að halda í boltan þú veist, og mér finnst þetta alveg svona attraktiv, þú veist, hvernig þeir nálgast leikinn auðvitað koma þá stundum svona í þessu aðlögunarferli sem bara spurningin, þú veist, færan þetta aðlögunarferli en auðvitað koma þá svona hvað við segja, innan gæslappa, bjána mistök sem að verða til þess að þeir missa leikið svolítið frá sér á móti jafnöflum andstæðingi á PSG en mér finnst samt sem áður þú veist, mér finnst þetta Chelsea-lið gott sko og mér finnst gaman að horfa á það og spila og mér finnst hugmyndafræðir og senior alveg heillandi en spurningin bara, þú veist, færan tíman Sko, Eiður, það myndast þetta ójafnvægi í liðum, þú veist, markmaður mun slakari en restin af liðinu, ég ætla ekki búið þennan punkt til hérna, með Cole Palmer, þú ert með Pedro Neto, þú ert með João Pedro og allar þess að gæja, svo ertu með einhvern Jörgensen hérna, sem bara hitt á þessu leveli, þú ert með Tottenham lið, þú ert með Kinski hérna, og ég horfði á þig fara í undanúrslit í meistaradeildinni, og með fullri veitingu verið markmannu sem þú spilaði með, þú veist, það var einhver Ambrosini í markinu hjá okkur á móti Monaco, þú veist, sem var ekki á sama leveli. Nei, það var nú bara út á meiðslum. Já, það var út á meiðslum, en ég að segja að þú veist, það í neittni annar stöðu á vellinum oft jafn mikið dropp milli 1 og 2. Þú veist, maður fagnaði titlinum þegar Stuart Taylor fór í markið í staðinn fyrir David Seaman. Maður fagnaði titlinum þegar að Jens Lehmann datt út og Almunia komin í markið. Það var oft svo mikið dropp frá 1. Það voru stórt bil. Ég held að það sé ekki bara vandræði á markmönnum hjá Chelsea að þeir séu bara ekki í hæsta keðaflokki, heldur bara allir í varnarlínunni. Jú, nema kannski Reece James sem á að vera þarna alltaf stórkostlegur þegar hann heill. Við erum bara, þú veist, ef við tökum hafsendaparið úr Arsenal og setjum það í þetta Chelsea-lið og þetta svona það hafsendapar og Peter Cech. Nefnum bara eitthvað svona markmann. Þá þeir
að berast að vinna titil. Engin spurning, Chelsea mætir Newcastle getur heppnir þar, því að ég get alveg séð fyrir mig Newcastle hvíla aðeins í þessum leik fyrir verkefnið í Katalóníu í næstu viku og já, þetta verður einhver leikur Arsenal auðvitað mætir Everton. Já, það báður þessi leik klukkan 5:30, 2 leikir klukkan 5:30. Já, þetta pyrra traditionalista í enska boltanum, þetta bara eitthvað bull og vona Premier League sé að hlusta. Þetta bara bull, hættið þessu og það strax. Hefði ekki frekar átt að vera með 2 leiki bara klukkan 8? Já, bara ekki svona, ekki gera þetta svona. Bara eitthvað vitleysa og hafið þá en þetta út af vælinu knattspyrnustjórunum, þeir þurfu ekki ákveða marga klukkutíma til að jafna sig. Það skiptir rosalega miklu máli fyrir þessu leikmenn. Já. Ekki fær píparinn tíma til að jafna sig, hann vaknar bara mótan og byrjar að vinna. En menn átti sig ekki oft á því. Dr. Fútból þeir eru eitthvað 10 tíma í svefn. Nei, þeir eru bara mæti vinnuna og skeina og elda og ég held reyndar að sé einhvers konar regla að verða að líða 72 klukkutímar fram að næsta leik. Þetta nú ekki bara Premier League að kenna. Nei, það bara þessu röfla bara, það bara oft gaman. Orkan með Dr. Fútból, það bleika bensinið. Manchester United tekur á móti Aston Villa sem hélt upp í flaggi ensk fótbolta í vikunni, eina liði sem vann, það mætir Old Trafford. Já, þetta verður persónuleg hefnd hjá Martínez markverði sem að hélt að veri komin til Manchester United. Þetta United rifi gikkinn og sögðu nei, við ætlum að treysta á strákin Senni Lamens sem hefur heldur betur slegið í gegn. Það tölfræðum bestu leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar og það þarf svo mikið koma einum óvart að Bruno Fernandes toppar þann lista. Þetta sem sagt unnið af Opta í gögnum þar sem skoðað unnartæklingar, kýsendingar, mörk, stóðsendingar, þessir listar sem skipta máli. Og ef við skoðum á þetta, það eru 3 bestu leikmennir Bruno Fernandes, Erling Haaland og Declan Rice. Ég held að þetta sé, allir væri sammálað að þetta eru 3 bestu leikmennir í Premier League. Ekki þetta sammálað því? Ég hef ekki þessar röð. Nei, en whatever, þú veist hvað þessi röðin er. Ábyggilega. Ég væri alveg til í að sjá Petru þarna fljótlega, með hvernig hann búin að spila undanfarna mánuði. Hann 9. besti leikmaður deildarinnar eins og staðan akkúrat núna. Það mjög áhugavert að skoða þennan lista í Opta yfir þessa, því að maður sér svart á hvítu hvað sumir hafa droppað mikið og þeir sem hafa hrunið mest milli tímabila eru leikmenn eins og Anthony Elanga sem að hefur náttúrulega ekki þannig að geta. Brennan Johnson hrunið milli ára. Nonni Madueke, Júri Tílemans, Murillo og Milenkovic sem eru hafsendarnir í Nottingham Forest. Þetta voru leikmenn sem voru frábærir í Evrópurönninu hjá Nottingham Forest en hafa hrunið í ár. Svo við skoðum leikmenn sem hafa hins vegar verið á mikilli upplið. Þá áttum við leikmenn eins og Reece James sem eru allt önnur stað í dag en hann var fyrir árið síðan. Þú ert með James Garner sem eru allt önnur stað og svo það auðvitað leikmenn sem geti fengið eitthvað stórlið í sumar, frekar óvænt, Marcos Senesi í Bournemouth sem að sá sem hefur hækkað mest á þessari tölfræði. Afar Fáum kannski að rúlla yfir þennan lista eftir þátt kannski bara og fá þess að greinan í þaula. Jó, það væri skemmtilega. Líka þá væri ég búin að setja á mig glerugun. Ég sé ekkert, þetta bara móða. Sko. Ég skal lesa þetta fyrir það, bara allt sem þú vilt fá upp úr þessu. Ég rúlla yfir þetta eftir þátt. Ég meina, hvað Cole Palmer með við á síðast tímabili til dæmis? Cole Palmer náttúrulega, stóra breakthrough tímabili hans var í hitti fyrra, eða það eru 2 tímabili síðan. En hann allavega ekki einn af þeim sem eru svona droppað mest á þessu tímabili. En það samt tilfinningin sem hann hefur. Já. Erum við ekki sammála því? Það svona tilfinningin að það sé ekki alveg sami bragur yfir honum. Nei. Og punkturinn minn sá að svona tölfræði segir ekki alla söguna. Nei, hún segir það ekki, en þú segir það ekki bara tilfinning í tölfræði. Nei, en þú bara, við erum sammála, Elanga ekki af góður í fyrra. Við erum sammála að Baleba ekki verið af góður. Við erum sammála að Martinelli ekki verið góður. Brennan Johnson ekki verið af góður. Jörgen Strand Larsen ekki fundið sig. En það kemur ekki fram til dæmis með Brennan Johnson að hann hafi farið úr Tottenham yfir í Crystal Palace. Nei, það bara hort á leikmanninn. Já, bara hort á leikmanninn en ekki það sem gerist. Nei. Ég hef oft hort á fótboltaleiki að einhver var frábær, hvorki assist, né mark og ekki neitt og statistíkin það bara það eru unni boltar eða bara tapaði ekki boltarnum sko. En við hefum líka séð menn sem eru fljótir og sterkir og svo bara við ráðum að taka við tuðrinu og þá það bara dálítið erfitt sko. Já, þetta eins og ég segi, þetta eru afar áhugaverð gögn
frá Opta í þetta skipti Manchester United, Aston Villa fyrir mörgum stórleikur helgarinnar. Það James Garner index. Já, af því að James Garner einn af þeim leikmunum sem hefur vaxið sem mest og það hávar köll í Englandi að hann verði í hópnum hjá englendingum í sumar. Hins vegar vita englendingar ekki hver á að fara með Harry Kane. Það að segja hver á að vera bakkum fram henni. Þeir eru bara í alvöru vesen. Þeir veit ekkert hver sér næsti á að vera og hvað gerist þegar að Kane hættir, hvað sendir eigum við þá veltaðir fyrir sér. Þú veist, þetta fara í Danny Welbeck, þetta fara í Calvert-Lewin, þetta fara í Ollie Watkins. Þetta fara í Ollie Watkins. Þetta alltaf með Watkins. Já. Og svo spurning bara eitt til viðbútar. Af hverju ekki, þegar við segjum svo að Welbeck seti 2-3 mörg núna fram á sumar. Af hverju tekur hann ekki með sem þriðja? Já, það góð leikmaður. Já, bara aðeins eldri, aðeins reyndari, aðeins róleri ábygglega heldur en hinnir og getur komið ágætis jafnvægi inn í hópin. Þó að við sjáum hann ekki spila mikið, þá gæti hann átt einhvers konar hlutverk í hópin. En þarna sé ég samt nokkuð áhugavert nafn í 5. sæti yfir bestu leikmenn deildarinnar, leikmaður sem var til umræðu hérna í síðasta þætti. Já, Bukayo Saka. Hann í 5. sæti. Ég held að það sé svo sem hotspyrnuna svolítið að hjálpa þarna til af því að það kontribúta í stóðsningur. Það hlýtur að vera. Þannig að ég náttúrulega uppfærið þennan lista síðan, þannig að sjáum til hvað gerist þar. Allavega var Mikel Arteta sem hefur fengið mikið hrós í þessum þætti í dag. Hann var ekki sáttur við hann í Þýskalandi og kannski réttilega. Nei, en ekki allir vonda leik, þetta var lélegur leikur hjá honum. Já, hann hefur átt nóg að þeim. Bara kalla spaða. Við köllum alltaf, hér köllum við alltaf spaða og vonandi verður það leifilegt eitthvað fram eftir ári. Ég var að tippa leikina. Já, það nóg að stórleikjum. West Ham, Manchester City, það eitthvað óvænt að fara að gerast þar. Ég skal lofa ykkur því, ég ætla eins og að láta strákana tippa á þetta. Sportsbókin okkar auðvitað Epic. Þar þetta allt saman Epic. Og Gunnar, þú ert yngri, ég ætla að byrja. Burnley, Bournemouth. 0-1 Bournemouth. 1-1. Sunderland, Brighton. Ég held að Sunderland vinni. 2-1 Sunderland. 3-1 Sunderland. Arsenal, Everton. 2-0 Arsenal. 0-0 ekta móisleikur. Chelsea, Newcastle. 2-2. Þessi fyrir svona 5-3 Já, fyrir Chelsea. West Ham, Manchester City. 1-3 City. 1-3 City segir Já, ég sammála þér. West Ham í góðum gír fyrir svo á sunnudaginn þar sem að Crystal Palace og Leeds mætast. 1-1. 0-2. Já, Manchester United, Aston Villa. Ég held að Manchester United vinni þennan leik 3-1. Þarna ertu. Hvað segir þér? Já, það má alveg gerast. 3-1, ok, takk. Þá líka skemmtilegra, ég held að blöðdrengurinn verið sáttur. Góður, drengirnir allir. Allt blöðgengið. Allt blöðgengið verið sátt. Þá verður gaman að kikka í kaffi. Nottingham Forest, Fulham. Meðvirkur. 3-2 Nottingham Forest. Já. Ég sætti mig alveg við þau úrslit. Já, Liverpool, Tottenham. 4-1 Liverpool. Ég vil segja 4-0. 4-0 Liverpool og voru ekki með mándagsleik þessum Brentford Wolves mætast í stórleiknum, gjör svo vel. 3-0 Brentford. Og Eiður, ertu með eitthvað verið með þarna í Brentford Wolves? 1-0. Það verður rigningaleikur og ömulegt. Já, þetta verður Hveit allar til að horfa á það. Hveit allar. Kíkjum að þetta bara í lókvíkunar Einar á að sjá sem þetta fótból þar sem þig vantar Einar á. Bara Monty Vibes vantar það Einar á. Og vinnarar og lúsar eru bara, þú veist, einhverju vinnarar í þessu. Ég menna hákangarnir í handboltanum líka þetta. Það komnir í úrslikeppnina. Já. Frábært tímabil hér að bækja á þeim. Það var stort og ég meina HK og KV kvennuliðin náttúrulega. Bót og glimt. Glimt. Já, ég ætla að fá að segja bót og glimt. Já, það er bútu. Já. Þannig þessina er ég með maður bútu og glimt cup. Þannig að verður ekki Elias í markinu, verður ekki. Elias verður að vera vinnir. Já.
Hann verður að vera vinner, Slakur Barber að sjálfsögðu vinner líka sem mættur á Cheltenham og er að fara að stríma þar. Við ætla ekki að missa af því þegar Slakur Barber mætir á Cheltenham. Hann ætla líka að reyna að hlaupa einhvers staðar inn á völlin helgina. Ég talandi Barbers, þá verður ég að gefa Barbers Reykjavík. Já. Shout out. Barbers Reykjavík. Þeir eru alltaf vinnar á Hótel Öldu. Er ekki gaman fyrir þig að mæti klippingu aftur? Hvað meina aftur? Ég hætti aldrei. Mistur þú aldrei enga klippingu? Mistur þú enga klippingu? Nei, tók bara styttir tíma. Og svo fóruðu bara í kekki líka. Það var alltaf eitthvað fyrir það að gera. Það var alltaf eitthvað. Þetta var ekkert bara að mæta í spjall og eitthvað. Særa aðeins í hliðunum. Nei, þetta er bara ótrúlega hvað þetta hefur vaksið. Já, þetta er flott. Einhver fleiri vinnur? Eitthvað svona sem eru sigurvegarar eftir þessa viku? Nei. Nei, ég er svo sem ekki með það er bara... Valur deildarmeistari, KR vann Keflavík í körfunni, það var svona eitt og annað í þessu. Já, Njarðvík tók Val og gjörsamlega hakkaði þá. Shit, það unnu bara með 100 stigum Já. Er eitthvað hann að fylgjast með þessu í gerð? Hver eru nú hverju? Njarðvík vann Val. Já. Það var mjög óvænt. Þetta valsmenn er það eitthvað hrun þar eða? Það er eitthvað smá brekka, já. Nú er ekki mikið í körfuboltanum en að vinna með 100 stigum. Nei, ég tók svona til orða. 110, Ég er búin að segja milljón sinnum að hætta íkja. Já. Og svo eru bara, ég er nú ekki mikið fyrir, ormenningar eru sjálfsögðu vinnur og þeir unnu Þór Þólasöfn og svo eru það íjeringar sem að unnu Álftanes. Það var stórt í blessuðum körfuboltanum. Herriði, drengir, það er alltaf nógu spurningur sem býð okkar hér á föstudögum. Það er komið að nei eða já, smass eða pass, nei eða já með smass norska naminu góða og það býða náttúrulega fullt af spurningum og Hafþór Pálmi spyr þig, Gunni, hvort að naflinn sé betri textagerðamaður en Eminem. Já. Er þetta eitthvað gagbó-moment hjá þér? Þetta var eitthvað þannig. Herðu, ég hef ekki láta að gefa út fleiri lög. Já. Áður en að við kveðum upp stóra dóm. Já. Eminem er flottur. Smass, við þekkjum þetta í gulu pókunum. Hefur GPS snúsað frá kortir í 7 til 2? Í einhverju volaðinu þá hefur það örugglega komið fyrir, já. Það hefur örugglega gerst. Maður leiði bara. Orkett sjálfur sér. Hefur FIFA heyrt í þér eður til að vera með í leiknum? Ég veit ekki hvað hann á við þarna. Er FIFA komin í að leika? Ekki hugmynd. Nei, ég bara er hann með EAFC heitir þetta núna sko því að FIFA bara hent út úr því samstarfi. Þannig að getur vel verið að þeir séu að gera eitthvað. Ég ætla hann að Það er bara ekki svarað. Nei, það er einhver að biðja sýningu á nýrri mynd með Danny Dyer sem að leikur umboðsmann knattspyrnu manna og ég er alveg til að sjá þessa mynd ég ætla eiginlega allt með Danny Dyer skemmtilegt. Er það ekki einn harðasti vesthamaðdáandi þeirra englendinga? Og hann er tengdapabbi Gerald Bowen. Þarna sérðu. Já, Danny Dyer. Keep it in the family. Keep it in the family. Okay. Og nú... Gott fyrir bloodline eins og einhver sagði. Já, tæki Gunni sitt ótrúlega sjálfstraust og myndir vinna tæki sitt ótrúlega sjálfstraust eið í battabolta 1-1. Já, myndir við taka eið í 1-1 í battabolta? Fótbolta? Nei, það myndi ég ekki gera. Ok. Það er orðin mjög milk. Myndi 25 ára Eiður skora 25 mörg plus ef hann var í þessu Arsenal-liði í öllum keppnum? Nei, sennilega ekki. Ég var aldrei svona sterkur inn í tegi í hotspinnum og einhverspinn. Nei. Hvað þá í innkostum? Refur í innkostum, það telur. Hefur Gunni Birgis púla pick-up-línu naflans að kíkja í pakkan? Nei. Það er að bjóða að kíkja í pakkan. Já. Veist, það er ekki bara Evrópusambandið, það er líka að bjóða bara á djöminu að kíkja í pakkan. Já. Nei, þú er ekki gert það. Nei, ég hef ekki gert það. Þú er ekki búið neitt að kíkja í pakkan. Nei. Nú, er til svo íþrótt sem Prime Gunni getur unnið Prime Eðsmára í? Það er til íþrótt. Golf án forgjafar, þú mútti vinna það, Gunni. Já. Þannig að ég svara þessu. Ég hef ekki, við hljótum ekki að allir okkar styrleika. Já. Er Viktor Neitláðsson... Spilar Brits eitthvað? Nei, ég vil ára ógeðslega mikið að kunna Brits. Hvað ertu, segur þú Brits svona? Nei, það er svona alltaf ég að gefa þér það. Já. Lukas Leo spyr... Lukas Leo spyr má reykja í Jaguarnum hjá Varginum?
Ég búin að selja hann, en nei, það er ekki mátt. Það má ekki. Nei. Nú, svo maður sjá, Eiður, geturðu redda miða í kórinum helgina? 100%. Já. Laufey líður þar. Ég heyri bara í þér. Já, heyri í mér bara. Og mikið verið að tala um hvort að Gunni geti unnið Eið í einhverjum íþróttum. Svo spurning hérna, Eiður, hefur Messi heimsótt Ísland? Ég held ekki. Nei, ekki. Íslandia. Kannski einhverjum millilendingu? Já, líklegt samt. Já. Ég held að þessar engavélar þurfa ekkert mikið að millilenda. Nei, en hann var komið snemmi í boltan þegar Barcelona var kannski. Já, reyndar. Nei, ég man ekki til þess. Það væri löngum og komið fréttum einhvers staðar að Messi væri Íslandsvinnur, sko. Já, reyndar. Eða bara millilend, þá er hann Íslandsvinnur. Já. Mér finnst þetta góð neið að spurningina Pinto eða Cudicini? Ja, Pinto sem típa, Cudicini sem markmaður. Pinto er bara fullorinn rappari. Núna er hann bara í stúdíónu bara hardcore rappari. Bara á 60 aldri? Já, ábygglega 50. En ennþá með föstu? Bara með föstu fléttunar og þú veist, hip-hop buxunum, bara í stúss í bólum, sko, bara eins og mann eftir sjálfur sér 15 ára. Já, svo maður sjá nú hlýtur sko er náttúrulega Þorvaldur Freyr Friðriksson ég þóri aldrei að setja neitt inn frá hann er frá Raufarhöfn þar sem töluð tandur henni íslenska hann frá Rauben sko hendir þú oft í íslensk blótsýrði í átt á dómurum og leikmönnum Eiður nýttur eftir að geta takið frustrationin út á íslensku Já, ábyggilega Já. Ég ætla ekki að nota þau orð Nei En þú fegst náttúrulega aldrei að fara í vatnaskó þannig að þar er lært að má ekki blóta Ég hefði sennilega lært það Já. En ég er náttúrulega ólst upp í kaþólskum skóla Já. Þannig að ég var ekkit mikið að blóta fyrir en eftir 1 ár í skólakerfinu á Íslandi Þú varst kurteis fram að því Það er bara svo leiðis að já, ég ætla að hoppa yfir þetta allt saman Bíddu, má ég sjá, höfum við átt þjálfara Íslandi í efstu deild sem ekki hefur verið fyrir leikmaður Já, nóga Freyr Alexandersson var í raun ekki hann spilaði sér deild Kristján Guðmundsson var hann var leikmaður en ekkit, Dóri Átna var náttúrulega ekki leikmaður Davíð Smári, já, hann spilaði í 54. deild var markmaður Dóri Átna KVF þannig að það er alveg það er svona næstu en kannski stærsta dæmi í þessu Arrigo Sacchi og Mourinho eru þekktir menn sem að kannski áttu ekki frábæran feril sem fótboltamenn en voru frábærir og eru auðvitað ennþá í dæmi Mourinho, frábær stjóri endum þetta hérna á El Grandi og þegar maður reyna að setja þetta saman þá maður reyna að finna eitthvað sem að höfðar til beggja því að menn eru náttúrulega misgóðir í þessu öllu saman og gerum þetta að sjálfsögðu já með 66 gráðum norður 66 Dóttúrfútból með 66 vandamál en útivistafötur ekki eitt að því nú það var þessi ótrúlegi leikur hjá Bam Adebayo sem er banga afrits körbóltamaður ja, ok, frábær körbóltamaður en hann skora hvað 83 stig já, það er rosalegt já. Og mikið af þessu á vítalínu og ég held að hann sé stigaðist í leikmaður sögunar því að ég held að Wilt Chamberlain hafa aldrei skorað 100 stig hann skoraði aldrei 100 stig, ekki fræðilegur Er það bara myth? Já, það er myth. Við erum svona, þetta er svona moonlanding myth. Svona. Það er bara, ímislegt, þú veist, það er til fullt af myndum á honum inn í klefa, það er ekki til neinn mynd af leiknum, virðist vera, og það er svona ímislegt svona fréttarittara sem hafa svona sett spurningamerki við statblaðið og annað slíkt svona. Eiður átti eitthvað svona unbelievable sporting moment sem er ekki til á filmu, sem bara ekki til á mynd, eitthvað svona sem væri bara svo til ég að geta séð þetta. Það sem ég var bara einn að leika mér eitthvað. Já, eða bara skoraði eitthvað mark einhvers staðar. Ég hef 4 sinnum farið hól í höggi. Já, bara ekki til neina svona. En ég var bara einn. Bara einn, já. Það er ekkit eitthvað mark þegar þú kliftir hann í viki og engin vídeó. Ég var ekki eftir þessu. En, heyrðu, Sturlu Starrið, Arnór Guðjónsson, pabbi minn, hann hefur farið 4 sinnum hól í höggi. Takk fyrir þessu. 4 sinnum? Og eins og hann segir, lélegast í golfari sem hefur farið hól í höggi, hvað þá 4 sinnum. Vá. Já, hvernig er þú búin að fara hól í höggi? Nei. Það er svona á 7. hólu í Mós og það var í svona 15 cm frá því.
deilum núna sögum á Já, hver já, hefur verið já, svo já, já. nálægt í að Já, Albatross eins og Já, það er náttúrulega, það er högg nummer 2 á, það er svo sem eiginlega bara meira afrekt, í raun og veru ábla miklu lengra færi Já. og þannig að þú getur bara verið mjög ánægð með þá til að hafa mikið með það kunni. Takk. Slum að kíkja í El Grandi því að nú er ég og ekki fara að hugsa eitthvað svona grönsi nöfn eins og þessi BAM sem að ég þekkti ekki þangað til á þriðjudag hugsiði mainstream og ég þarf leikmenn sem hafa skorað yfir 60 stig í NBA leik og þetta er sko og ég vil hérna ráðleggja ykkur það að Getur þú gefið mér svona cirka hvað þetta eru margir leikmenn? ég skal gefa já, Þetta get ekki verið margir. nei, Jú, þetta er náttúrulega slatti þetta er náttúrulega dálítið oft sömu mennindi sem Já, að skora já, yfir já. hérna 60 stig Já, en þetta eru sko Búli sé var að senda ykkur listan þannig að þið eru með þetta þessi kritería, hvað er þetta margir leikmenn? Vá þetta slattið ekki Jú, Já, þetta ég er bara alveg Jú, Byrja. Gunni byrjar Og ég byrja Já, Eiður byrjar Já, Chamberlain. Voru ekki að tala um Chamberlain, hann? jú, við gefum honum það já, hann á reyndar hann hefur- rosalega Já, hann hefur skorað mjög oft yfir 50 stig á, vá, Já, alveg þetta er svakalega. yfir 60 hérna, Já, ég er að segja, þú veist, já já, Kobe Bryant Kobe, rétt Michael Jordan hlýtur að Já, hlýtur að vera James Harden James Harden það er hárið, hann á bara svo nokkra vel Já, gert, nokkra. vel gert Gunni Steph Curry. Steph Curry er rétt, vel gert Sko, Curry Nú er ég í vesinni. já, nú eru svona nokkri, sko Þú veist, ég meina Luka Doncic hlýtur að eiga leik yfir 60 Luka Doncic er hár rétt hjá þér þá er bara Eiður að hitta eitthvað á sem frægun öfnum og köruboltasögunni reyndar educated guess hérna já. Nú er ég bara í alvöru vesinni. Jú, herðu Já, já, já Ekki það ég skammast mín ekkert fyrir að tapa í... Nei, en það er svona Körfuból. Það er eitt sem að, þú horfir bara á listan og þá fattar þau bara já Ég skal gefa þér hann Þá þarf ég að setja mig glirufinn til að sjá listan. Þetta er bara Chamberlain, Kobe, Jordan, Harden, Curry, Doncic Það er svona eitt, kannski svona sem að Já, það sem á vel við á Já, þessum lista. við getum alveg orðað þannig að hann á hans er vel við Þú nefndir leikmann hérna áðan, hann er svolítið oft nefndir í sömu setningu Er þetta svona Xavi Iniesta moment? Nei, þetta er meira Messi Ronaldo moment Já. Ég er off. NBA off. Já Því miður. LeBron James Já, vá. Ég tengi svo mikið við þetta sko, það er bara, það kemur einhver meinloka Já, Ég meina, Óýbarast. já, þetta er nefnilega Það hafa ekki einu sinni viðbjóðurinn, vita hann. En Ég er ekki mikill fan. sko Ég er ekki já, LeBron fan. Nei, Já, það er Ég er gamli skólinn í Já, þessu. Jordan. Sko Var Scottie Pippen ekkert annað? Scottie Pippen Var hann ekki á lista? Nei, hann var ekki Kevin Durant er væntanlega þarna, guys Já, Já, Larry Bird Nikola Jokic Nikola var Jokic. alltaf á Klay Thompson Larry Bird. Larry Hvað Bird. er að mér? Já, þetta er bara Ég- þegar þýmið kemur í eirun Þetta var líka þannig spurning að ég bara skammast mín eitt fyrir þetta. Nei, Mér líður ekki eins og ég hafi tapað. já, ég varði eitthvað að maður svona þetta er farin gott, að þetta er mjög gott. kreista langt og bara, sorry Eiður, ég bara Ekkert mál. ekkert máli tökum þetta að hérna fram með bara Viltu ekki bara finna einhverja blagleikmenn fyrir okkur? Þú ert Já. sterkur í háká þar já, já, og bara, herðu, bara gangu vel í höllinni að Deyrhansinu á morgun takk Og sömuleiðis. já, takk fyrir það, Káa mæta í heimsókn stert að vera í byggarúslit á heimaðati, hvað er kallað minn? Hvað er kallað minn? Það er Völsungur á móti Afturhaldingu á eftir og svo Hamar á móti Þróttafjara. Ég gerir ráð fyrir úrslitaleikurinn, þar verði Hamar á móti Afturhaldingu og það verða svona það verða efstu lög blagsins þar einhvern veginn, það er efsta heilla. Það er eftir heilla. Já, Ég laka til að fylgjast með 17:30 og 19:30 í kvöld. Já, Á heldur betur. Eru Barcelona í blæki? Bara östutt. Þeir eru öllu Já, ekki? já, Þeir hljóta að vera Já, það. þeir eru Tótt fútból þakkar verið sig. Ég trúi ekki öðru. Verið sæl.